andþvottur og sprittun og bil á milli fólks. Við sinnum sóttvörnum þessa dagana og reynum að gæta því að vera ábyrg í samskiptum. Og hvaða varnir eru mikilvægar? Og þá getum við líka spurt, hver eru grunnatriðin í þessum sóttvörnum lífsins? Börnin mín og fjölskyldur þeirra eru dýrmæti lífsins og ég man eftir því þegar að yngstu drengirnir mínir, tvíburar, fæddust, þá pössuðum við mjög vel upp á að það væri friður á heimilinu. Þessi unga börn komu með einhverja djúptæka köllun til okkar að vera ábyrg. Og á þessum tíma kom Magnea Þorkelsdóttir, helgkona, inn á heimil okkar til þess að blessa drengina og hún sagði þessa merkilegu setningu: það sem er engill í húsi er ekki hægt að hugsa neitt vont. Og þessi kyrrláta, djúpa speki lifði í mér. Það sem er engill í húsi er ekki hægt að hugsa neitt vont. Börnin kalla á frið og við sjálf köllum á frið. Við erum börn hið innra. Við þurfum það sama og börnin. Við þurfum öryggi, við þurfum friðinn og allt þetta sem að næri lífið og gefur þroska. Og svo stækka börnin og svo fara þau með þroskan að heiman og úr skólakerfinum og fara út í lífið. Og eftir lifir þessi viska að vernda heimilið, vernda okkur sjálf. Hvar er þú staddur og stödd á þessum tíma? Hvernig getur þú unnið að þessum dýpri sóttvörnum lífsins? Þetta ytra er eitt, en hið innra í okkur er annað. Og við þurfum að rækta þetta innra í okkur. Börnin koma og þau fara. Og vitundin veröldina, hún er söm á hvaða aldri sem við erum. En við höfum alltaf þetta val að hlúa að þessu sem er hið innra. Hvernig getur þú nýtt þennan tíma til þess að leyfa engli að búa í þínu húsi og friðnum í þínu hjarta? Þú gefir góðan og gjöfulan dag og megi engill búa í þínu húsi.